Jæja Jökull, þetta var ansi skemmtilegur leikur að horfa á allana. Hver svona þín fyrstu viðbrögð? Mér finnst þetta bara frábær fótboltaleikur. Virkilega góður og mér finnst við frábærir í dag. Sóknarlega algjörlega outstanding. Þeir áttu nokkra sóknir sem við bara vörðumst mjög illa og við þurfum að passa það og passa fókusin í því og hvernig við bregðumst við. Það var ekkert sem kom á óvart þar. En bara virkilega ánægður með leikinn heilt yfir. Þú voru að tala um að verjast illa einmitt, það var einmitt, tók viðtal við hann Örvar rétt á hann og það viðurkenndi, hann átti sök í fyrra markinu, hleypti hann Eiði fram fyrir sig og það mark kom eiginlega upp úr engu. Þannig að þeir voru búin að liggja stanslaust í sókn og svo kemur þetta mark og lendi undir í tvígang og komið tilbaka. Sýnir það ekki mikinn karakter í liðinu? Jó, það svo sem mikill karakter í þessu liði. Hann á ekki eitt sök á þessu marki, það eru fleiri og út í það farið við allir en við vorum svo sem bara brugðumst vel við og það breytist ekkert okkar leik. Við heldum áfram að vinna á okkar áherslum og það sem við vildum gera og líka seinna í leiknum. Þannig að virkilega ánægður með liðið. Og nú eru það komnir í undanúrslit í bikarnum og eru þið svolítið að horfa á það kannski að Víkingur dottið út og Breiðablik dottið út og svona eigið þið talsverðan séns í að landa þessum bikar? Fyrir mér áttu við bara jafn mikið séns í byrjun þegar allir voru inni og fórum inn í þessa keppni þannig að við ætlum bara að vinna hana. Þannig að það svo sem, lið þurfa alltaf að detta einhvers staðar út og þessi lið vissulega dutt út snemma en nú voru bara auðvitað eftir held ég og það verður bara erfiður leikur sem við munum fá í undanúrslitum. Og svo spyrir hans úr sér tvær breytingar sem við gerir hérna allan með leikinu móti Val. Gummi til dæmis, hann aftur glíma við ykkur meiðsli eða? Hann er bara búinn að vera stífur og þannig að við erum ekki, þetta er það stíft prógram hjá okkur að við erum ekki taka séns með það. En Kjartan? Hann náttúrulega fór út í hálfleik í síðasta leik, þannig að hann er aðeins stífur líka en ætti að vera í lagi og þeir báðir. Akkurat. Það svona eitt að lokum, kannski svona pínu skrítin spurning en nú náttúrulega tók hann Haukur Örn þátt í 1-1 mótinu á fótbolti.net. Varstu meðvitaður það að hann lendi í öðru sæti? Já, við erum búin að ræða það eins. Við viljum sjá hann bara vinna þetta en hann hafði betur en félagar sínir í atvinnumennskunni í þessari keppni held ég, þannig að hann allavega komst á pall. Hann gerði það heldur betur og ég meina það voru menn eins og Jón Dagur segi ég, sem duttu út á undan og þurfti bara Daniel Djuric til að sigra hann og Strangri stóð sig bara feiki vel. Já, hann stendur svona bara feiki vel í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur, hvort segja fótbolti eða annað, þannig að það kemur ekki óvart. Bara til hamingju með sigurinn og takk kærlega fyrir viðtalið. Takk fyrir.